Komið sæl og verið velkomin í Allt er nú til hér á Hringbraut. Í þessum þáttum skoðum við eitthvað sem nýtt, spennandi og skemmtilegt á markaði og kynnumst einnig starfsemi fyrirtækja á Íslandi og hvað þau hafa fram á að færa. Í þessum þætti ætlum við í heimsókn í Fastus að skoða heilbrigðisvörur en við byrjum hérna í Ímus í Kópavogi og heyrum hvað Frans hefur að segja. Kíkið með mér. Komin í Ímus í Kópavogi og hér er hann Frans. Sæll Frans, takk fyrir að fá okkur í heimsókn. Já, takk fyrir að koma. Herðu, við ætlum að tala meltingargel, en þið eru að selja til apóteka og sjúkrahúsa, eða ekki rétt hjá mér? Jú, við erum bara að sérhæfa okkur í svona heilbrigðisvörum í sjálfu sér. Já. Og ein af þeim er svona það sem hét einu sinni, Silikol, meltingargelið, heitir núna Resilika. Í sjálfu sér er þetta sama varan og við vorum með hérna og búin að vera markað hér á Íslandi held ég síðan 91 eða svipum tíma. Og þetta er framleiðandinn breytt nafn og nú ætlar hann að búa til nýja línu þannig að við höfum von á svona breiðri línu með haustinu, alls konar snyrtivöru og heilbrigðisvörum á sem að nýta sér kísilinn, þetta undraefni. Resilika, þessi nýja gamla vara, er vara sem að fókusar á meltingaveginn og þarmana og þannig að lykilatriði stundum verður bara fyrir því að vegna veikinda eða eitthvað sem við borðað eða bara vegna elli, bara maginn og sýrurnar, að þá kemst ójafnvægi bæði á magan og þarmana og þá þarf að laga það og helst með eins einföldum og skjótum hætti og hægt er og þar kemur Resilika rosalega sterkt inn. Já. Þetta er ætlað bæði til vegna brjóstsviða, bakflæði, ógleði, uppköst, vindgangur, magaverkir og bara ónót svona sem við köllum garnaertingu bara. Já, einmitt. Ætlað til þess að leysa öll þessi mál og ég verð til dæmis að segja að þegar maður fer til dæmis erlendis, það er rosalega gott að hafa svona með í farteskinu vegna þess að þar fer maður í nýtt fæði, öðruvísi krydd og annað slíkt og oft gerist það að maginn fer á hliðina. Síðan gerist það náttúrulega líka hérna heima yfir sumarið þegar við grillum eða þorrablótin eða reykta kjöt á jólunum. Allt sem kemur maganum í uppnám og kosturum í Resilika er að þetta klæðir magan að innan og bindst innihaldinu. Okay. Og síðan þegar þetta er búið að bindast innihaldinu og neutralisera það, þá fylgir þetta því út þarmana og síðan bara losmaði sig við það. Og þetta kosturinn við Resilika er hversu skjótt þetta virkar. Já. Þú tekur þetta inn og þetta fer strax að vinna. Þetta er í því formi sem það þarf að vera til þess að virka eins fljótt og hægt er. En svo er kaupaukinn, það er eitthvað kaupauki sem að fylgir, eða ekki? Jú, nú erum við að kynna nýja nafnið sem er Resilika. Já. Gamla silikolið heitir núna Resilika og núna verður, á meðan birgðir endast, ný pakning í 200 millilítrum, þar sem við erum að bjóða 2 fyrir 1. Það er að segja 50% afslátt og við erum með mynd af gamla kassanum hérna og síðan nýja. Þannig að þetta er kaupauki sem er núna í boði bara verður í öllum apótekum. En svo er eitt annað sem við ætlum að ræða og það er ofsvitnunar vandamál. Nákvæmlega, sem að margir glíma við. Já, þetta er hvimleitt vandamál. Þetta er í sjálfu sér mál sem að það er enginn sem gerir þetta viljandi. Við vitum að fólki í kringum okkur sem eru með mikla líkamslykt, en það er enginn að leika sér að þessu. Við erum með vöru frá fyrirtæki sem heitir Perspigard, sem er breskt og sérhæfir sig í vörum tengt ofsvitnun, bæði 1 og 2. Málið er það að þegar við erum bara með svitavandamálið, þá er þetta sem stoppaða með svitastoppurum. Og þá er Perspigard með svitastoppara sem er í sprayformi, sem að 50 ml flaska sem að er þetta spreyja og dugir að spreyja á 3 daga fresti að kvöldi til fyrir svefn
og þá virkar það. Nóttina virkar best þegar líkaminn í dvala, eða hvíld. Þá var það virkast, þannig mestur árangur með efninu, en stundum virkar þetta bara ekki. Þetta ekki nóg. Og þá ástæðan svo að við erum með bakteríusýkingu utan á hjarnanum og þegar að bakterían kemst í samband við svitann og fyrir að brjóta niður, þá kemur alveg svakaleg lykt. Það hægt að gera þetta þannig, þetta sturtusápa, þú þværð meðferðarsvæðið og nota síðan svitastopparann. Síðan verður þú að endurtaka það, nota bakteríusápuna reglulega og síðan svitastopparann inn á milli á 3 daga fresti og þannig má vinna bug með á þessu og líta á þetta sem meðferð. Hvar fæst þetta, Frans? Sko, Persbyggard fæst í, held ég bara flest öllum verslum lyf og heilsu og öllum sjálfstæðu apótekunum. Þannig að, en sápan einvörðungu í sjálfstæðu apótekunum. Hún til í, held ég, öllum sjálfstæðu apótekunum, en sem sagt, lyf og heilsu þar þau ekki með svitastopparann. Það bara málið og hér lausnin. Hún þarna, Persbyggard. Já, Persbyggard, já. Herra, takk Frans fyrir að fræða okkur meltingagelið og svitastoppara kombóið og bara allir út í apótek og Fjarðarkaup, það ekki? Jú. Takk fyrir. Takk hérlega. Við erum komin til Svövu í Fastus en við erum staddar í heilbrigðisdeildinni, það ekki? Jú. Sæl Svava. Sæl. Gaman að koma í heimsókn. Og takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að fá okkur. Heyrðu, við erum staddar hér og þú ætlar að fræða okkur svona örlítið smáhjálpartæki. Já, við hjá Fastus, við erum með verslun. Margir halda við sem heilsala en hingað má fólk koma. Og við erum, á þessu ári erum við 10 ára og höfum alltaf verið í Síðumúlanum. Og við erum með gott úrval af smáhjálpartækjum og svo öðrum vörum líka. Og svona okkar markmið að fólki líði vel þegar kemur til okkar. Við gerum mikið upp úr því að veita góða ráðgjöf og finna út svona hvaða leiðir og lausnir eru sem að fólk kannski að sækja sér eftir. Það nefnilega mjög mikið til sem að kannski sumir átta sig ekki á og það oft ofboðslega mikil orka sem sumir eru kannski að eyða í að þeir vita ekki að það eru til tæki sem geta hjálpað með daglegar athafnir. Eins og til dæmis bara fólk sem kannski hefur að stríða við gigt eða einhverja aðra sjúkdóma sem hefur áhrif á færni handa, að þá eins og til dæmis erum við með góða línu, eins og til dæmis þegar fólk að útbúa mat eins og hnífar með öðruvísi handföngum og til að skera niður ýmsa matvörur. Einnig erum við með skeiðan, hnífar og gafla sem hægt að beygja þegar fólk á orðið erfitt með að snúa upp á eða hreyfa úlnliðinn. Og þar má lengi telja. Að koma fólk á öllum aldri og til þess að fá lausn á sínum vanda. Og hér alltaf opið frá 8:30 til 5 á daginn og ég var nú að nefna að við erum að koma með nýja heimasíðu. Það sem að verður svona vefverslun, þar sem einmitt þessa vörur eiga vel heima þar. Og eins og fólk sem býr út á landi hefur kannski ekki tök á að koma og sjá að það að fara inn á heimasíðan okkar. Og hún verður núna, hún tekur, fer svona almennur í loftið núna bara 17. júní. Já, mun allir 17. júní. Þannig að gott að vita henni. En þeir eru ekki bara með þessi smáhjálpartæki, þeir eru einnig að selja til sjúkrahúsa og rúm og hjólastóla og svoleiðis. Já, jú. Við erum líka í mikilli samvinnu við Sjúkratryggingar Íslands
Það eru í gildi samningar við Sjúkratryggingar og þar eru stóri samningar eins og bara í öllum tegundum á hjólastólum og göngugrindum, vinnustólasamningar, bað- og salernishjálpartæki og sjúkrarúm og fólksliftarar. Já. Og þetta eru tæki sem að fólk sem að fellur undir ákveðnar reglur og sjúkdóma, þeir geta fengið úthlutað hjálpartæki hjá Sjúkratryggingum. Við viljum gjarnan að fólk einmitt komi, hringi og fái tala við okkur, komi í heimsókn og skoði, tökum við vel á móti fólki og gefum fólki góðan tíma. Og eins og ég segi, við getum aðstofa fólk með allt frá smáhjálpartækjum upp í göngugrindur og hjólastóla og við viljum að fólk fari frá okkur með einhverja lausn á sínu vandamáli. Nákvæmlega. 100% þjónusta og allir sáttir. Algjörlega. Svava, ég ætla að þakka þér innilega fyrir að fá okkur í heimsókn. Takk fyrir komuna. Og bara gaman að fá að fræðast þetta. Já, takk fyrir. Þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni en ég verð hér aftur að viku liðinni með eitthvað nýtt spennandi og skemmtilegt. Ég minni á að allir þættir og klippur úr þáttum fara inn á hringbraut.is. Þangað til, verið sæl.